breyttist vinnuumhverfið mikið þegar fóruð á þotuna? Var þetta miklu þægilegra vinnuumhverfið eða eitthvað? Já. Já, það gjörbreyttist. Það gjörbreyttist þegar þotuna komu. Já, þá var maður laus við að fljúga alltaf í skýjum. Það kom nú bara fyrir stundum þegar maður flög frá Íslandi til New York og maður sá ekki niður á jörðu eða neitt. Þegar maður bara sá brautarljósin í New York þegar maður kom inn að lenda. Og þá þurfti oft líka að lenda í Gandir á Nýfundnalandi og Goose Bay á Labrador. Og það var nú ekki alltaf mjög góð veður þar sko, þetta var óttalegur stælingum má segja bara. Og það versta við þetta að það var, versti óvinum hans, það var ísingin. Það kom stundum bara fyrir að það kom svo mikið lýsing á vélarnar að það bara héldi ekki hæð. Og þá var maður bara að fara niður hvað sem það kostaði sko. Þetta var mjög óþægilegt og flug kannski að vera í skýjum, radarlaus og allslaus, lenda í þrumuveðrum og svona vondum veðrum í þessum vélum. Þetta allt annað líf í dag, allt annað. Og svo þegar þoturnar komu, eins og þessi fallega átta sem við höfum hérna við framan okkur, það komið þar, þetta gjörbreyttu alveg öllu vinnusviði, á öllum sviðum. Hugsis. Á fjarkanum þurftum við iðulega að fljúga allir minns vesturum, bara í 6.000 vindum. Vestanvindurinn var sterkur. Já, það kom fyrir. Já, þau þurftum bara að nauðlenda út af ísingu. Ég lendi því þarna einsinni þegar vorum að beinuð flugju frá New York til Keflavíkur að það hefði verið góð veðurspá en þegar við komum að suðurátta Grænland, þegar við komum dálítið austur fyrir Grænland, að þá var komið svo mikið lýsing á vélina að hún bara heldur ekki hæð. Og við vorum bara að kalla út neyðarkall og Magnús Nordahl sem var nú aðstofaflugstjóri að reynda að kalla en þá voru allir kjartandi á radíónu eins og þá sko þetta var á háfríkensi þarna tækjunum sko og allir kjartandi einu og hann reynar að kalla neyðarkall og þá kemur London og svarar og hún kall, þeir segja London að eigi allir að þegja á þessu fríkensi þar sem að það sé komið neyðarkall á þessari bylgjulengd. Og það steinþögðu allir og það var bara eins og eftir það var eins og að tala við mannin í stofu, heyrðum svo vel í London og við sögðum frá því að við yrðum að lækka flugið og að reyna að bræða af henni og við gerðum það og þá báðum að fá, við gáttum ekki haldið áfram að fljúga til Íslands út af ísingu. Ef við höfum þetta haldið áfram þá hefðum við ekki hægt það fara að ganga á elsnitið og við báðum að fá veður á Grænlandi í Narsarsuaq og þá fengum við veðri eins og skot, þetta gekk allt mjög vel fyrir sig og þá segja það séu austanátt í Narsarsuaq 86 núta vindur og ef við ætlum að lenda þar að þá séu þar vandræði vegna þess að það sé ekki brautarljós á brautinni og við fljúgum þarna yfir Grænland og förum yfir eyju sem heitir Simjútak og lækkum flugið þar alveg niður undir sjó og það var nú mest starfið af vélinni eisingu en ókyrrðin var svo gífurlega mikil að við vorum búin að vera þarna ætlum að bíða eftir að birti morguninn en ókyrrðin var svo mikil að ég ákvað bara að reyna að komast inn til lendingar þó að veri þetta mikil vindur sko og þá var ameríski herinn þarna og þeir sögðu að þeir myndu raða bílum upp meðfram brautinu og láta þá lýsa út á brautina og þetta séð brautina. Nú þegar við komum þarna inn fjörðinn að það var náttúrulega rosalega mikill vindur, dálítil ókyrrð,
en það versnaði ekki neitt þó við nálguðumst flugvöllinn. Og enda með því að við lentum þarna í þessu vindi og þá má segja að vélina var í staði í kjör og fjarkinn. Hún var komin á flughraði í 86 knúta vindi og þetta gekk nú allt vel nema mestu vandræði voru það að koma stiga upp af vélinni. Það var allt að fjúka þarna, bílar og annað sko. En með slökkviliðsbíla og annað og þá komst þeim að taka farþegana í land og okkur þarna. Og þar biðum við þetta einn dag, þangað til Smáraug flög þarna yfir og tilkynnt okkur að það væri komið þetta besta viður á leiðinni, þetta væri allt í lagi. Og þá lögðum við hann aftur inn til Íslands. En svona var þetta á fjörkunum, það kom oft slæmar ísingar. Já, ég ætlaði að fara beint eins inn á 6 frá New York til Keflavíkur eða til Reykjavíkur og vegna ísingar þá var ég að landa í Gander. Já. Var að gera það. Já.